Sælir, í þessu þætti ætla ég að tala hlut sem ég hefði viljað hafa lært því ég var yngri. Og ef ég geti farið aftur í fortíðina og sagt mér eitthvað, þá hef ég sagt mér þennan hlut sem ég var að tala í þessu þætti. En hins vegar ætla ég að byrja með sögu og ég einhvers staðar úti að skemmta mér. Lenda á talið við manneskju sem skólastjóri sem situr og borðið við hliðina á mér og við förum eitthvað að tala saman. Ég segi manneskjunni að ég ætla að gera podcast og tala karlmennsku. Og manneskjan spyr mig hvernig ég ætla að fara að því. Ég er náttúrulega bara tala mína reynslu og það sem ég hef lært og komist að gennum tíðina. Ég er búin að eyða nokkru árum í þessu. Manneskja stendur upp og labbar frá sínu borði yfir til mín og stendur yfir mér og segir: þetta mun aldrei virka, þú getur ekki gert þetta, þú þarf með allar rannsóknir og kannanir og skoðanir á hreinu. Þú bara getur ekki gert það. Ég hef getað tekið þessu mjög persónulega og bara, ég get ekki tala karlmennsku. En það er ástæða á hverju ég tekur sig svona persónulega inn á mig. Í sálfræði heitir þetta sálfræði varp. Og þetta flestir eru að endurspegla sjálfan sig, sin innri baráttu, sin innri takmörk á aðra. Og ástæðan hvernig að tala þetta í dag, ef þú ert með eitthvað drauma eða þannig að gera eitthvað, pröfa eitthvað nýtt, stofna fyrirtæki, fara að æfa eitthvað, ferðast, skiptir ekki máli hvað það er, og þú segir fólki frá þessu og fær rosalega svona hamlandi svör eða rosalega neikvæð svör. Þú getur ekki gert þetta er ekki hægt, þetta of dýrt, þetta hættulegt. Ef ég hefði vitað þetta fyrr, þá hefði ég líklega gert fleiri hluti eða byrja fyrr að gera hluti sem ég langar að gera. Hvað þetta þessi endurspeglun? Þegar þú segir frá þínum draumum, þá fólk að varpa sínum eigin efasemdum og mistökum á þig. Þeir eru að varpa sinni innri reynslu og sinni innri sjálfsmynd eða sjálfstrausti eða sinni sjálfstrú á þig. Þannig að þetta hefur rosalega lítið með þig að gera. Að því í byrjun þegar ég var yngri, þá fekk ég alltaf að heyra þetta. Ég var að segja eitthvað hugmynd sem ég að gera og fólk sagði af hverju það myndi ekki virka. Þess vegna tekið þessu ekki persónulega inn á mig þegar einhver segir: þú getur þetta ekki eða þetta ekki hægt. Að því ég veit að þetta er að koma frá þeirra eigin efasemdum. Númer 2, ástæðan okkur fólk tala niður draumana þína, er að óttinn við breytingar. Ef þú þekkir einhvern og segir frá þínum draumum, þá getur það vakið óöryggi sitt eigið líf. Því árangur þinn, draumana þínir, minnir þau á hvað þau hafa ekki náð. Þá líður fólki ekki vel með það á það til með að svona segja við þig að þetta gengur ekki upp. Og svo númer 3, hjá fólkinu skortir það svona framtíðarsýn. Þannig að þau eru að lifa lífinu eins og það og þau eru ekki að horfa á framtíðina eða geta ekki séð hvað framtíðin getur orðið. Þá eru meira að setja einbeitinguna á hindranir, okkur hluti getur ekki náð árangri, heldur en að sjá lausnir eða sjá kostina við að ná eitthvað langt. Svo númer 4, fólk eru ofta að meina rosalega vel og það heldur að það að hjálpa þegar að benda á áskoranir eða hvað það átt að varast. En gerur sér ekki grein fyrir að setja svona neikvæða trú á manneskjuna á þess að gera sér grein fyrir því. Og sérstaklega þeir eru eingöngu að einbeina á af hverju þetta ætti ekki að virka, af hverju að manneskjana ætti ekki að gera þetta. Því að þetta er bara vani og þú lærir þetta, annarkvort ertu alltaf að hugsa hvað þú getur eða hvað þú getur ekki. Og þetta er bara þjálfun með heilanum að sjá möguleika versus að sjá hamlanir. Oftast fólk ekki að reyna að draga niður eða að reyna að vera vond. Það bara gerir þetta ómeðvitað. Að segja einhverju með því að langar að ná rosalega langt, það lætur fólk líða ekki vel með sjálfa sig, af því það kannski hættu við að ná draumunum sínum eða langar að ná einhverju draumum og fara ekki á hvað reynir ekki að ná þeim. Þegar ég byrja að segja fólki frá draumunum eða segja hvað maður að gera og það var að segja af hverju þetta myndi ekki virka, og þá fyrir ég að hlusta på það, það er bara þegar manneskjan sér sjálfa sig ekki ná því. Svo segi markmiðin mín draumana mína við mannesku sem hefur náð rosalega langt eða mannesku sem að elta draumana sína, þá er þetta bara geggjum góð hugmynd, let's go, frábært, en svo þú segir við fólk sem ekki að reyna að ná árangri eða elta draumana, þá mun alltaf draga það niður. En ég er með svona 5 hluti það sem getur gert til þess að reyna að breyta þýðingunni þegar þú talar hvað maður að gera og fólk fyrir að draga það niður. Númer 1, ef ykkur gefur mér neikvætt viðhorf af hverju þetta ætti ekki að virka, eða hvað gæti fyrir úrskeiðis, þá ertu að muna það að þeir eru að tala frá sinni eigin takmörkum. Þeir eru að endurspegla sig sjálfan á þig. Þetta er ekki þinn raunveruleiki. Þannig að ekki taka ótta þeirra og gera það þínum. Og muna að þetta er meira með þau að gera heldur en þig. Og númer 2 er að velja fólk sem segir frá markmiðunum eða draumunum sem mun styðja gegnum þetta
og fólk sem hefur reynslu og kemur með svona uppbyggilegt ráð, kemur frekar með lausnir hvað þú getur gert til þess að ná þessu og forðast að ræða þetta við fólk sem alltaf komið gagnrýni eða neikvæð svör gagnvart því sem þið langar að gera. Og númer 3 að einbeita þér á lausnunum en ekki vandamálunum. Þannig að þú segir frá draumanum og einhver kemur með vandamála hömlun, ekki einbeita þér á það eða taka mark á því. Alltaf að hlusta á það til þess að svona læra og fá feedback og sjá hvort það sé eitthvað sannleikur í því og hvort þú getur lært eða tekið eitthvað frá því. Samt einbeita meira á lausnunum og af hverju þetta geti virkað að fara rétt. Og númer 4, ef með eitthvað markmið að drauma, að finna nógu góða ástæður sem skipta þér rosalega miklu máli ef einhver kemur með neikvætt að þín ástæða miklu sterkari heldur þeirra skoðun eða þeirra hömlun sem þau eru að varpa á því. Ok, dæmi hvernig það getur verið. Ef einhver segir eða gerir eitthvað af hverju þetta ætti ekki að virka á mér með þetta leiða karlmennsku og tala þetta, mitt why, ástæðan af hverju ég gerir þetta miklu sterkar heldur en það sem þeim finnst af hverju þetta ætti ekki að virka. Af því ég var á stað sem ég leið ekki vel, bara alveg ömurlega og ég hata að líða illa. Þannig að frá því ég var 17 ára þá fattaði ég þurfti ekki vera maðurinn að lifa þessu lífi sem ég var. Og frá þeim aldri hef ég búin að vera að læra og komast að hvernig ég orðið betri manneskja. Og mér finnst það rosa erfitt að horfa á aðra sem að þjást, að ég veit hvernig það og ég var það. Mitt why basically að hjálpa öðrum að komast gegnum þetta. Að því ég bara svona, gaur, come on, you don't have to be there. Að því að oft hélt ég að ég myndi aldrei losna við þunglindi. En núna veit ég alveg 100% að ég búin að losna við það og það kemur aldrei aftur. Og númer 5 að fjarlægja sig úr aðstæðum. 1 að bara ekki vera í þessu aðstæðum með umhverfu sem rosalega mikið neikvæðni eða bara ekki tala drauma og markmið og pælingar við fólki sem þú ert alltaf að fá svona neikvætt feedback eða hamlanir og eitthvað svoleiðis. Og það kemur aftur á skólastjórunum. Þegar mannskið sagði ég þarf alltaf kannanir, alltaf skoðanir, alltaf rannsóknir, alltaf á hreinu. Ég veit að manneskjan að segja þetta þegar honum finnst þess og hann þarf að hafa allt þetta til þess að geta tjá sig að þetta það sem að hamla hann við að gera sem hann vil gera. Ok, ég ætla að enda þetta með sögu. Sem sagt, í grunnskóla var ég svona sérdeild með krökkum sem voru alltaf áþekkir. Svo fór ég sérdeild með hreyfihömluðu krökkum. Svo fór ég í svona menntaskóla í eitthvað svona sérdeild og voru bara 5 í bekk. Þannig að mitt sjálfstraust og sjálfsálit var alveg í rústi þegar ég var yngri. Sem sagt, þegar ég var að fara með krökkunum sem voru hreyfihömluð í svona vettvánsferð að fara að skoða söfn og skoða fyrirtæki og eitthvað svoleiðis. Ég var eini gæinn sem bara kunni ekki að lesa eða skrifa og vera kringum fatlað lið og maður bara svona ok, þetta ég grannlega. En þetta rústaði sjálfsmyndinni og öllu því. En í dag ég að gera hluti sem ég aldrei vitað að ég gert sko. Og þegar ég var 17 ára horfði ég á eina heimildamynd og það bara breytti öllu á mér. Þá vissi ég að ég þurfti ekki að vera manneskjan sem ég var á þeim tíma. Ég gæti orðið sterkari og betri og flottari og allt svoleiðis. Það var bara 2 hlutir sem ég setti mikla einbeitingu á. Og svo með þunglindið, því ég bara hata að líða illa. Og númer 2 að læra bara hvað að vera maður, karlmannslegur og vera með svona karisma og orku og svoleiðis. En áður en ég kveð ykkur, þá erum við smá tilkynningu, að ég búin að vera að pósta 4 þáttum á mánuði og ég að fara eingöngu að pósta 2 þáttum í mánuði. Bara í smá tíma. Ég ætla að taka smá svona session að vinna annað verkefni af því að menn eru búin að vera að senda á mig að vilja fleiri þætti og meira efni. Þannig að mér langar að gera það þannig að þið þurfum ekki alltaf að bíða í viku eftir hverju einasta þætti. Þið getur bara fengið þetta allt á einu bretti. Svo mun ég bara að byrja að pósta aftur 4 þáttum. Og ég mun alltaf hafa podcastið frítt. Ég mun aldrei rukka svona áskrift. Það verður bara alltaf frítt. Þannig að mér finnst það þegar ég að fá þessar upplýsingar frítt og þurfa ekki að borga fyrir þessar upplýsingar hérna í hlaðvarpinu. Og allar þessar upplýsingar sem ég er að tala þið getur farað netið og fundið þær allar. Og svo var annað en ég veit að ég er ekki að fara að setja þetta í svona áskrift en ég var að gera svona buy me a coffee. Þetta svona Patreon. Þannig að ef þið viljið styrkja og sína mér að þetta að virka og ég að halda áfram að þá getið þið gert einu sinni svona donation eða borga svona mánaðarlega svona áskrift. En þið þurfið ekki að gera þetta frítt. Þetta bara svona val fyrir ykkur. En takk fyrir mig og takk hérlega fyrir að hlusta.